margir jarðarbúar taka undir það með mér að þessi tímar sem við lifum núna eru mjög óvenjulegir tímar. Ég kýs að kalla þá örlagatíma vegna þess að samkvæmt spádómi Biblíunnar og ekki síst þess sem við finnum í Daníelsbók að þá eru örlög mannkynsins í veði, einmitt núna. Og það styttist óðum þar til Drottinn rís upp í hinu himneska musteri og heldur til jarðar til að koma og sækja fólki sitt samkvæmt loforði sínu. Og nú ætlum við að athuga 3. og 4. kapítulan í Daníelsbók. Í þessum erindum mínum að þessu sinni þá ég að fara svona eins og í hnotskurn yfir efni Daníelsbókar og yfirleitt tek ég svo 2 kafla af þessari merkilegu bók, Daníelsbók, 2 í hverju erindi. Og í dag þá sé ég að það er svo mikil hvatning þarna og uppörnum fyrir okkur og reyndar í fyrri hluta Daníelsbókar allri. En þaðan í frá, síðari 6 kaflana, að þá að finna merkilega boðskap fyrir okkar tíma varðandi, sem birtist í spádómum Daníels. Við komum að því svona stig af stigi í komandi erindum. En við virðum fyrir okkur félagana 4, Daníel og 3 bestu vini hans, þar sem þeir voru herteknir ásamt mest allri þjóðinni á tíma Nebúkadnesars þegar hann kom í aðra eða 3. herferð gegn Júda, gegn Jerúsalem. Því þeir voru svo uppreisnargjarnir, þar að segja Ísraelsmenn, gegn honum. Og nú dugði ekkert annað en að knosa þessa merkilegu þjóð Guðs, Ísraelsmenn. Og þá voru það fyrirmæli sem við komumst að raunum í síðasta erindi að Nebúkadnesar, þessi voldugasti konungur þess tíma, hann sá að það var ýmislegt gott að finna á meðal Ísraelsmanna, eins og þessir ungu menn sem hann vildi setja til mennta í Babylon og gjöra að nánum ráðgjöfum sínum. Og það fjölluðum við síðast. En við skulum skoða hvað var að ræða á þessum tíma. Ég bregð hérna uppi mynd sem fornleifafræðingar geta endur búið eða teiknað upp í ljósi þess sem þeir hafa fundið í fornleifa uppgreftri á þessu slóðum sem Babylon var til staðar. Og þetta var mjög glæsilegt konungsríki. Meira að segja múrarnir báru þess myrki. Og í mörg ár eftir að Babylon féll að lokum, eins og við munum komast að raunum síðar í þessum erindum, að í jafnvel öldum saman voru herforingjar að koma með heri sína á þessa slóðir að finna eitthvað meira og þeir fundu yfirleitt alltaf einhverja huldafjársjóði eða gersemar því þetta var svo glæsileg borg og glæsilegt konungsríki og þess vegna var að kalla gullríki samkvæmt líkneskinu sem við ræddum í síðasta erindi. En þarna sjáum við að hinir ungu menn, þeir voru herteknir og fluttu til Babyloniuborgar og borgin var þekkt fyrir svo kallaða hengigarða. Þetta var út í eyðimörkinni, eins og maður kalla það í dag, en þeir ræktuðu og þetta var glæsileg borg innan og utan og þótti vera líklegt til að endast endalaust. En við lásum það síðast að konunginn dreymdi draum mikið líkneski og höfuðið á því líkneski var úr gulli. En restin af líkneskinu ýmsir aðrir málmar til að tákna mismunandi ríki sem á eftir kæmu og hvert þeirra sig fór hnignandi varðandi glæsileika.
Nema þarna í Daníelsbóki 3. kafla þá segir að konungur, Nebúkadnesar konungur, lét gjöra líkneski af gulli. Takið nú eftir að allt líkneskið á að verða á gulli núna. Ekki bara höfuðið, eins og Daníel sagði honum varðandi draum hans. Og þetta var ekkert smá líkneski, það var 60 álnir á hæð sem talið verið 30 metrar. Og það var 6 álna breitt eða 3 metra á breyti á. Hann lét reisa það í Dúradal í Babel héraði og til hvers? Það kemur í ljós. Og Nebúkadnesar konungur sendi út menn til þess að stefna saman jörlunum, landstjórunum, landshöfðingjunum, ráðherrunum, féhirðunum, dómurunum, lögmönnunum og öllum embættismönnum í skattlöndunum, að þeir skyldu koma til vígslu líkneskisins sem Nebúkadnesar konungur hafði reisa látið. Til hvers? Til að tilbiðja líkneskið. Og hann lét reisa það, þetta gríðarlega stóra líkneski og fólk bugtaði sig og beygði fyrir þessu líkneski því að þetta var talin vera guð, Babylonía-manna þaðan í frá. Eða Nebúkadnesar ætlaðist til þess. Og svo segir áfram í 3. kafla, þá söfnuðu saman jarlarnir og ég sleppi öllu þessum upptalningum og allir embættismenn í skattlöndunum segir til vígslu líkneskisins sem Nebúkadnesar konungur hafði reisa látið og námu staðar frammi fyrir líkneskinu Nebúkadnesar hafði látið reisa. Þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eru og á hverja tungu sem þér mælið, þegar þér heyrið hljóð hornana, pípnana og alls konar hljóðfæra, þá skuli þau falla fram og tilbiðja gull líkneskið sem Nebúkadnesar konungur hefur reisa látið. Sjáu því, þannig tilskipun hvernig fólk á að tilbiðja og hvern það á að tilbiðja. Þetta algjör andstæða við það sem segir í orði Guðs, ég einn Guð, segir drottinn, allsherjar. Það engin annar Guð eða drottinn en ég, segir í orði Guðs. Og frá 8. versi segir fyrir því gengu og fram á sömu stundu kaldverskir menn og ákærðu gyðingana. Trúar ofsóknir strax. Þeir tóku svo til máls og sögðu við Nebúkadnesar konungurinn lifi eilíflega, eins og það væri mögulegt að hann, maður, syndugur, geti lifað að eilífu. Já, ekki nema hjálpræði drottins komið til og Nebúkadnesar átti eftir ýmislegt ólært. Þú hefur konungur skipað svo fyrir að hver maður skuli, þá hann heyri hljóð hornana, pípnana, gíjana, falla fram og tilbiðja gull líkneskið og að hver sá eigi fellur fram og tilbiður, honum skuli kastað inn í brennandi eldsofn. Það dugir ekkert minna en að drepa ef þú ekki tilbiður svo þér sagt. Ekki trúfrelsi. Og allt vegna þess að Guð í miskunn sinni sagði þessu konungi í draumi, þú verður ekkert alltaf við líði. Það mun koma annað konungsríki þó óæðra sé eftir þína daga og enn annað heimsveldi og þar að lokum hið 4. Við förum yfir það síðar. En hann ætlaði sko að knýja alla til að tilbiðja gullíkneski sem allt úr gulli, sem boðar að hans mati að það muni endast alla tíð og alltaf vera glæsilegt. Mikið átti Nebúkadnesar, þessi konungur, eftir að læra, en þetta var ekki vondur maður. Þið eftir að sjá að þessi maður snerist til trúar á drottinn Jesú Krist. Þið getið séð það út úr því að lesa Daníelsbók, við sjáum það á eftir. En sjáu hvað að gerast. Og það segir frá 12. versi, nú eru hér nokkri gyðingar, sögðu þessi ráðgjafar konungsins.
þú hefur gjört að sýslumönnum yfir Babelhéraði, þeir Sjadrak, Mesak og Abednego, þessir menn virða þig að engu, konungur, þeir dyrka ekki þína guði og tilbiðja ekki guðlíkneskið sem þú hefur reisa látið. Þá fylltist Nebúkadnesar reiði og heift og bauð að leiða fram þessa ungu menn og voru þessir menn leiddir fyrir konunginn. Þetta á allt eftir að gerast aftur, þó það sé ekki fyrir guðlíkneski eða því hótað að menn verði brenndir á báli eins og á miðöldum. Milljónir af þeim fórust þannig fyrir trú sína, þá. En það á eftir að gerast ýmislegt áður en yfir lýkur, áður en mjög langt líður, hér á jörðinni, og menn verða knúnir til þess að tilbiðja eins og þeir verður sagt að mönnum að gera, sem í algjöra andstöðu við það sem Guð segir okkur að gera, hvað tilbeiðslu snertir. Þetta allt að finna í Daníels bók, og Daníels bók sögð, eins og við komast að raunum síðar, hún á erindi til okkar í dag, það segir í Daníels bókinni. En við tökum þetta í réttri röð og höldum áfram frá 14. versi að Nebúkadnesar tók til máls og sagði við þá, það af ásettur ráði, sjáðu hvernig það gefur þeim tækifæri. Það af ásettur ráði, Sjadrak, Mesak og Abednego, það voru þessi þrír, að þér dyrkið ekki minn Guð og tilbýðið ekki guðlíkneskið sem ég hef reisa látið. Ef þér nú eru viðbúnir, sjáu þið, hann að gefa þeim tækifæri. Já, skjótt að þér heyrið hljóð, allra þessar hljóðfæra, alls konar hljóðfæra að falla fram og tilbýða líkneski það ég hefi gjöra látið, þá nær það ekkert lengra. Konungur sem segir svona, eftir að hafa gefið þessa tilskipun líflát, ef þú ekki hlýðir, engar undantekningar. Hann gefur þeim þannig undan komu leið. En ef þér tilbýðir það ekki, þá skal ég þau samstundis verða kastað inn í eldsótt brennandi og takið nú eftir. Og hver sá Guð yður megi frelsa á mínum höndum? Þetta var alveg útilokað að manna viti í þá daga, að nokkuð slippi. En jafnvel konungurinn, hann átti eftir að sjá hversu rangt hann hafði fyrir sér. Það var önnur leið, það var til annað drottinn og Guð sem var æðri honum og lét ekki fara svona með sína trúu þegna þó fáir væru, eins og þessir ungu menn, og þeir voru reiðubúnir að horfast í augu við eldinn. Og þarna sjáum við, einhver góður listamaður hefur teiknað upp, málað upp þarna konunginn, og þarna styttan í fjarska, himinn há, og þrír ungir menn sem neituðu að tilbiðja líkneskið. 16. vers, þá svöruðu þeir Sjadrak, Mesak og Abednego og sögðu við Nebúkadnesar konung, við þurfum ekki að svara þér einu orðu upp á þetta. Sjáu þið hispursleysi hjá þeim. Þið hræddir? Ekki, hið minnsta. Og þó var logandi eldsofni þarna sem beið eftir þeim. Við þurfum ekki að svara þér einu orði upp á þetta. Ef Guð vor sem við dyrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og af þinni hendi, konungur. Djarfir eru þeir. En þótt að gera það ekki, sjáu þið, þeir eru alveg reiðubúnir að Guð muni leyfa það að þeir farist þennan dag með þessum hætti sem þeir var ógnað með. Að þá segja þeir, en þótt hann gera það ekki að frelsa okkur, þá skalt þú samt vita, konungur, að við munum ekki dýrka þína Guði, né tilbýða guðlíkneski sem þú hefur reisa látið. Hvílík djörfung. Ungir menn sem voru fordæmi þarna fyrir allan heiminn. Svo segir, þá fylltist Nebúkadnesar heiftarreiði við þá Sjadrak, Mesak og Abednego, svo að ásjóna hans ummyndaðist eða afmyndaðist. Og hann skipaði að kynda ofni sjöfalt meira en vanalegt var
að kynda hann. Vanalegt, það var þess að menn hefur verið líflæknir svona áður fyrir líka. Jæja. Hann bauð rammeldum mönnum sem voru í her hans að binda þá félagana og kasta þeim inn í brennandi eldsofnin. Síðan voru þessi menn bundnir í nærfötum sínum, kirtlum, skikkjum og öðrum klæðnaði sínum og þeim kastað inn í hinn brennandi ofn. Við segjum gjarna börnum okkar þessa sögu og þau hrífast, við hrífumst þegar við lesum og rifjum þetta upp. En fyrir svo marga sem játa kristna trú, þá þetta eitthvað svo innihaldslítið í þeim boðskap sem við deilum með börnunum okkar eða bara lesum fyrir okkur sjálf, vegna þess að við tökum ekki allt sem að þetta boðaði til okkar sjálfra. Að standa trú Guði vorum, hvað sem ágengur í heiminum og þó allir aðrir bregðist og þótt okkur séu ógnarlífláti, við ætlum samt að vera trú frelsar okkar sem lét lífið fyrir okkur. Það ekki margir sem vilja gera þetta í dag. Svo segir að söku þess að skipun konungs var svo strengileg en ofnin kynntur ákaflega, þá var eldslogin að bana mönnunum sem báru þá félagana. En þeir þrír menn, Sjadrak, Mesek og Abednego, féllu bundnir niður í hinn brennandi eldsofn. Svo rauðu séð að ofnin var niður á við. Það var hóla eða stórt herbergi sem að þeir gengu frá yfirborði jarðar og var kastað ofan í eldin. Og þegar þeir féllu þarna niður, þá segir að Nebúkadnesar konungur var forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls og sagði við ráðgjafa sína, höfum við ekki kastað 3 mönnum, fjötruðum inn í eldin? Þeir svöruðu konunginu og sagði, jú, vissulega konungur. Hann svaraði og sagði, ég sé þó 4 menn ganga lausa inn í eldinum, án þess að nokkuð hafi orðið þeim að grandi og ásýnd hins 4. því líku sem hann sé sonur Guðanna. Sjáu þið sonur Guðs þarna? Þetta var hann. En konungurinn þekkti ekki aðra guðfræði en skurgoða guðfræði þess tíma og taldi að til væru margir guðir og þarna einhver sem líkist, getur ekki verið annað en sonur Guðanna. Og Guð almáttugur, sá sem sannleikurinn, hann leyfir að þetta sé skráð þannig, sonur Guðanna. Og svo segir að Nebúkadnesar gekk að dyrum hins brennandi eldsofns, sem þýðir þeir nálægt og hann þoldi út af eldinum, tók til máls og sagði við þá félagana, þjónar hins hæsta Guðs, gangið út og komið hingað. Þá gengu þeir Sjadrak, Mesek og Abednego út úr eldinum. Hugsaðu ykkur. Gengu út eins og ekkert hefði í skorist. Og ráðgjafar konur söfnuðu saman og sáu að eldurinn hafði ekki unnið á líkama þessara manna og að hárið og höfðið þeirra var ekki sviðnað, að ekkert sá nærfötum þeirra og engin eldseimur fannst af þeim. Þá tók Nebúkadnesar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra, allt í einu hann búinn að tileinka sér aðra trú. Bara sér svona. Guði sé lof, það geta gerst undur og stórmerki á meðal manna enn í dag ef við bara erum full af djörfung og stígum fram fyrir skjöldu, könnumst við frelsarann okkar og boðum hinn almáttuga Guð og skapara mannkynsins á þess að skammast okkar og bjóða hverju sem byrginn með þessari trúari djörfung sem við eigum að tileinka okkur þegar við lesum Daníelsbók. Til þess hún gefin, til þess að við líka getum orðið djörf eins og þessir ungu menn. Þá tók Nebúkadnesar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos, sem sendi engil sinn
og óhlýðnaðis boði konungsins. Hugsaðu ykkur, sem óhlýðnaðis mér hann að segja. En lögðu líkami sína í sölurnar til þess að þeir þyrftu ekki að dyrka né tilbiðja neinn annan Guð en sinn Guð. Getum við haft áhrif á aðra? Það er mögulegt. En það reynir ekkert á það ef við sýnum ekki djörfung. Svo segir hann, nú gef ég út á skipuna hver sá hverra þjóðar, hvers lands og hverra tungu sem mæli lastmæli gegn Guði þeirra, Sadraks, Mesaks og Abednegós. Sá skal höggvinn verða sundur og hús hans gjört á sorphaug, því að engin annar Guði til. Sjáu þið trúarjátninguna sem eins getur frelsað og hann. Síðan hóf konungur þá félagana til stórra mannvirðinga í Babel héraði. Það má segja Nebúkadnesar konungi það til hróss að þegar hann sá hið sanna, þá kannaðist við það og boðaði það líka. Þetta er eini sanni Guð sem getur komið þessu til leiðar að frelsa þessa menn út á brennandi eldinum. Meira að segja böndin, þau höfðu fallið af höndum þeirra inn í eldinum án þess að brenna þá eða föt þeirra. Þetta var allt yfirnáttúrulegt, auðvitað. En þannig er Guð, hann er haldinn allur lögmálum en við mennirnir. Og þess vegna eigum við að treysta því að þegar Guð kemur að sækja okkur, þegar Jesús kemur eins og að lofa því, koma að sækja okkur, við þurfum ekki geimskip eða geimbúninga eða neitt. Það verða allt önnur lögmál sem við þá lútum. Því að þegar Drottinn segir komið, rísið upp hinni dánu og réttlátir trúaðir, þeir umbreytast í einni svipan ásamt hinum og halda til himins. Án faratækja, án geimskipa eða einhverja eldflauga. Þeir bara fara í gegnum himingeimin, inn í himinin, með Jesú Kristi frelsaranum okkar. Og þessir ungu menn trúðu þessu. Þetta var þeirra trúarjátning og hún kom í ljós þarna inn í eldsofninum. En hugsið ykkur að sjálfur Jesús, sonur Guðs, hann var þarna inn í eldinum með þeim. Hann verður með okkur í gegnum þessa erfiðu tíma endalokana. Við þurfum ekki að óttast, vinir. En komi hvað sem og jafnvel þótt að við deyjum, munum við geta sagt, eins og þeir félagarnir, þá munum við ekki bregðast frelsara okkar. Og þá kemur hann til að frelsa okkur. Konunginn dreymdi draum og miklaðist af þeim draumi og lét steypa gullíkneski til að tilbiðja, sem þýddi í reynd að tilbiðja hann. En honum var halt á þessu að miklast, því það segir þarna í 4. kafla, ég, Nebúkadnesar, lifði áhyggjulaus í húsi mínu og átti góða daga í öll minni. Þá dreymdi mig draum, aftur, sem gjörði mig óttaslegin og hugsanirnar í rekkju minni og sýnirnar sem fyrir mig bar skelfdu mig. Ég lét þá skipun út ganga að leiða skyldi fyrir mig alla vitringa í Babylon til þess að segja mig þýðing draumsins. Sagan endurtekur sig. Annar draumur, vitringarnir kallaðir, sérstaklega draumaráðningamenn og stjörnuspekingar til að segja honum hver þýðing þessa draums væri. Og þá komu spásagnamennirnir, særingamennirnir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og sagði ég þeim drauminn. Nú getur hann sagt þeim drauminn, öðruvís en áður, að þá gat hann ekki muna hvað dreymdi hann. Og Daniel þurfti að ráða drauminn eða segja hann hvað hann hefði dreymt. En þeir gátu ekki sagt mér þýðing þessa draums, sem sagt. Sagan endurtekur sig. Þetta eru handónýtir ráðgjafar í annað sinn sem þessi konungur sannfærist það. Og það segir þarna, svo ég bregði hérna aðeins út af hugsuninni með drauma, að í Jeremía
Það er önnur spádómsbók, það er 23. kafli frá 25. versi. Þar segir spámaðurinn, ég heyri hvað spámennirnir segja. Þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja, mig dreymdi. Það er ekki að marka alla draumavinir. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirnir, þeir boða lygar og flytja tál, þeir sjálfur hafa uppspunnið. Hvort hyggjast þeir að koma þjóð minni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Þeir segja hver öðrum eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals. Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, en sá sem hefur mitt orð flytji hann mitt orð í sannleika. Með öðrum orðum, það verður að vara okkur við draumum. En það er ekki allir draumar rangir eða falskir. Guð gefur sumum mönnum að dreyma, af því að hann vill gefa þeim ákveðið boðskap, eins og Daníels bóki segir frá ítrekað. Það eru sannir draumar. En af því að Guð gaf konunginum þessa drauma, þá verða margir til þess að telja að draumar, já, þeir hafa þýðingu, allir draumar, en það er bara ekkert allt rétt. En eins og segir hann í Jeremía, það er mikið af falska drauma og falska ráðningar. En það vill svo til að sumt fólk er það sem kallað berdraumi. Og þá virðist þess að eitt og annað rætist af því sem það dreymir, af því það er til ákveðin skýring á því hvað draumar eiga að þýða. Svo það er ekki alltaf hægt að treysta svona löguðu. En ef að draumur er í samræmi við orð Guðs, þannig mælikvarði sem þið eigið að hafa, þá getið þið tekið mark á því, en ekki öðruvísi. Því að óvinurinn er slunginn í því að koma draumum inn í hugarkvel mannana og síðan að gefa þeim falskar ráðningar. Það er sagt hérna í þessu. Förum aftur yfir í Daníel 4. kafla frá 8. versi. Loks kom Daníel til mín, sem kallaður Belsasar eftir nafni Guðs. Það er eins og konungur sem sjálfur að skrifa þennan hluta af Daníels bók. Í honum býr andi hinna heilugu Guða og ég sagði honum drauminn. Belsasar, sem var nafn sem hann hafi gefið Daníel. Þú æðsti forstjóri spásagna mannana. Ég veit að í þér býr andi hinna heilugu Guða og að engin leyndardómur er þér ofvaxinn. Seg mér sýnir draums míns, þær er fyrir mig bar og hvað þær þýða. Hérna var einn maður sem konungur treysti, hvað þetta snerti. Þá stóð Daníel sem kallað var Belsasar agndofa stund og hugsanir hans skelfdu hann. En konungur tók til máls og sagði, Belsasar, láta ég drauminn né þýðing hans skelfa þig. Daníel svaraði og sagði, ég vildi óska Herra að draumurinn rættist á óvinum þínum og þýðing hans á mótstöðu mönnum þínum. Daníel sá strax hver merking þessa draum númer 2 hjá þessu konungi þýddi, hvað hann boðaði. Og hann var smeykur fyrir hönd konungsins. Svo segir Daníel þarna frá 20. versi, tréð sem þú sást og bæði var mikið og sterkt og svo háttað upp, tók til himins og séð varð alla jörðina, það er þú. Það er þú, konungur, sem ert orðin mikill og voldugur og mikilleiki þinn vaxinn svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíga niður af himni og segja, höggvið upp tréð og eyðileggið það. Hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrum merkurinnar, uns 7 tíðir eru yfir hann liðnar. Sjáu þið, þetta er draumur, augljóslega, konunginn. Því Daníel segir, hann merkir þig. Þetta tré er þú sem er höggvið upp. Og Daníel er að boða honum að það eiga á mikið eftir að gerast í lífi þínu sem er óæskilegt. En það boðar ekki endilega endalok þín.
Svo nú höldum við áfram og sjáum hvað Guð í reynd að segja konunginum. Þá þýðingin þessi konungur og ráðstöfunin hæsta það sem komið fram við minn herra konungin. Þú munt útrekin verða úr manna félagi. Sjáðu þið djörfunginni hjá Daniel. Hvaða konungur sem var á þessum tíma myndi taka hann af lífi fyrir svona bölbænir? Því þetta voru bölbænir að mati manna. En konungur var að opinbera konungi nokkuð til þess að auðmýkja hann ef verða mætti að hann snerist til trúar á hinn eina sanna Guð. Hann sagði þarna í 25. versi: Þú munt útrekin verða úr mannafélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun gefið verða gras að eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og 7 tíðir munu yfir þig líða uns þú viðurkennir. Sjáum þið hvað þetta snýst? Uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverju sem hann vill. Og margir hafa spáð í þetta. Hvað var það sem kom yfir konungin? Það segir hann misti vitið. Þið komist að raunum það hérna á eftir. Hann misti vitið. En Guð gaf honum vitið aftur 7 árum síðar. En í milltíðinni þá var hann bara úti í náttúrunni eins og hver önnur skepna. En hver haldið að hafi passað hásæti konungsins? Hverjir haldið þið að hafi gætt þess að enginn myndi ræna konungin í þessu veikindum hans embættinu, konungdóminum? Það voru þetta Daniel og félagarnir. Þetta voru æðstu ráðgjafa konungsins í öllu Babýloníuríki og þeir voru trúir honum því að Guð að þeirra sannfæringu, það var þeirra sannfæring, Guð hafi sendt þá til Babýlonar fyrir þessi hlutverk. En Daniel heldur áfram í 27. versi, en þar sagt var að stofn trésins með rótum sínum skyldi eftir verða. Það merkir að þú skalt halda ríkið þínu þú kannast við að allt valdið á himnum. Það var stubburinn eftir. Þegar tréð var höggvið niður, að þá var stubburinn eftir. Og meira að segja með járnhring, eins og til að sýna það sem eftir það heldur áfram stund. Lát þér því, konungur, segir Daniel, geðjast ráð mitt, losa þig af syndu þínu með réttlætisverkum og af misgjörðu þínum með lífsemi við aumingja, ef vera mætti að hamingja þín yrði við það langærri, það að segja lengri. Allt þetta kom fram við Nebúkadnesar konung. Þegar konungur 12 mánuðir síðar, takið eftir, það leið tími, munið eftir því að einu sinni sendi Guð spámann sinn til Nínive, Jónas, til að boða eyðingu Nínive íbúa, borginni og öllu sem þar væru vegna óguðleika þeirra. En þeir snerust til trúar á Guð, þeir iðruðust og Guð hætti við. Og eins það hér. Þegar konungur að 12 mánuðum liðnum var á gangi í konungshöllinni í Babýlon, tók hann til máls og sagði: þetta ekki sú hin mikla Babýlon sem ég hef reist að konungssetri með veldisstyrk mínum og tign minni til frægðar? Nú það nokkuð stór í eigin augum. Áður en þessi orð voru liðin af vörum konungs kom röst af himni: þér gjörist hér með vitanlegt, Nebúkadnesar konungur, að konungdómurinn vikinn frá þér. Sjáðu því. Glæsileg borg, glæsilegt konungsríki. Og það var kannski ekki að undra í syndugleika voldus konungs, hann hugsaði: sjá hvað ég hefi gert. Þessi hroki, þetta dramb, andstyggð í augum Guðs. Mætti Guð hjálpa okkur að læra auðmýkt og umburðarlyndi og viðurkenna Guð almáttugan. Það segir þannig í 32. versi, þar segir Daniel
Þetta 4. kaflinn. Þú munt útrekin verða og manna félagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun verða gefið gras að eta eins og uxum og 7 tíðir, það eru 7 ár, munu yfir þig líða eins þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannanna og getur gefið hann hverju sem að vill. Þessi ummæli rættust samstundis á Nebúkadnesar. Það var burtrekin og manna samfélagi. Og þess vegna kem ég svona með mynd þess listamann sem að túlka þetta á sinn hátt. Og svo kemur vitnisburður sjálfs konungsins í 34. versi. Ég, Nebúkadnesar, hóf að liðnum þessum tíma augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur. Sjáðu, vit. Það var vitið sem að tapaði og gefið aftur. Ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans eilíft veldi. Hann ekki að mikla sig yfir sínu hlutverki sem konungur eða veldi. Og svo segir hann að það bara hans, hins almáttuga Guðs á himnum. Og ríki hans varir frá kyni til kyns, ekki mitt. Það það sem hann að segja þannig. Vers 35. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum. Og hann fer með himnana her og byggjandi jarðarinnar eins og hann sjálfur vill. Hefur Nebúkadnesar konungur snúist? Hann hefur öðlast aðra trú, aðra sannfæringu og glaðlega, fúslega viðurkennir að hann svo duft hér á jörði samanborið hinn almáttuga og eilífa Guð. Samstundis, segir hann, fékk ég vit mitt aftur. Hérna kemur það aftur. Það var viti sem hann misti. Samstundis fékk ég vit mitt aftur og til heiðurs fyrir ríki mitt kemst ég aftur til tignar og vegsemdar. Ráðgjafar mínir og stórmenni leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Hugsið ykkur, hérna sjáu þið dæmi það að heiðinn konungur, hundheiðinn sem hann var, honum leyft að skrifa hluta af heilagri ritningu. Hans persónulegi vitnisburður. Svo segir að ráðgjafa mínir og stórmenni leituðu til mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Nú vegsama ég, Nebúkadnesar, göfga og tigna konung himnanna, því að allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þetta svo hressandi, þetta eitthvað svo dásamlegt að sjá hvernig hundheiðinn voldugur stórsyndari sem maður, konungur sem tignaði skurgoð, hvernig hann snerist, hvernig hann leyfði Guði himinsins að lægja sig niður í duftið. Það verður eins og skepna sem skreið í jarðir eins og uxinn sem étur gras í 7 heil ár. Stundum gerir Guð hlutina mjög rækilega svo okkur dyljist á engan hátt að hér var kraftaverk að ræða. Svo reisir hann aftur upp af því að hann gaf þessum manni þann möguleika að viðurkenna hinn eina sanna, almáttuga Guð sem hinn eina Guð og enginn annar konungur í raun og veru nema hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld, segir Jesús. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítillátur, sjáu þið, lítillæti þarna, og þá munið þér finna hvíld sálum yður. Nú var Nebúkadnesar orðin eins og Jesú, hvað það snertir, að vera auðmjúkur, lítillátur, þrátt fyrir mikil veldi hans. Og það þetta sem að okkur boðað í orði Guðs, að kletturinn sem knosaði styttuna,
boðaði Jesú Krist sem kletturinn sem fylgdi Ísrael út úr Egyptalandi gegnum eyðimörkina og gegnum hafið til frelsis í fyrirheitna landinu. Kristur kletturinn, við lásum það síðast. En ég vildi bara leggja áherslu á það, vinir, að við þurfum að virða fyrir okkur frelsarinn okkar í allri hans dýrið, í öllu hans veldi, eins og hann raunverulega og Biblían yfirfull af þeim lýsingum, alveg frá upphafi Biblíunar til enda lokana. En við megum til með að viðurkenna hann og leyfa honum að aga okkur til og tukta. Því að það bara einn Guð, einn eilífur konungur. Og hann sagði, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér séu þessi ég Leyfum okkur að treysta. Jafnvel þó hann ægi okkur til og tukti. Þess bið ég í Jesú nafni. Amen.